hérna verður sagt frá þessari fræðslumynd. Ég ætla ekki að sýna myndina og það verður flest orðrétt úr myndinni en annað lítið umorðað og einhverju verður sleppt sem að kom fram í myndinni. Ég segi frá því sem að var þarna. Þessi mynd var sýnd í sjónvarpinu í lok nóvember síðastliðinn og heitir, eins og þarna stendur, I Am. Og það var kvikmyndaleikstjórinn Tom Sajak sem að fór að leita svara við knýjandi spurningum. Þessi Tom hefur aðalega leikstýrt gamanmyndum og hann efnaðist mjög vel á því að vera leikstjóri slíkra mynda. En viðhorf hans til lífsins breyttust við ákveðið atvik. Hann var að hjóla niður brekku í fjallshlíð eða niður fjall og datt á hjólinu. Hann handleggsbraut sig og fékk slæman heilarhristing sem hafði langvarandi áhrif. Slíkt höfuðhögg leiðir oft til þunglyndis og jafnvel sjálfsmorðs. Einkennin sem hann hafði voru bjart ljós og hljóð, miklar skapsveiflur og sífellt glamur í höfðinu. Hefðbundnar læknisaðgerðir dugðu ekki og leitaði hann þá til óhefðbundinna heilara. Eftir nokkra mánaða mikla verki þráði hann helst að deyja. Og svo í framhaldi af þessu þá fór hann að endurskoða lífsviðhorf sitt og sá fánýti þess sem hann áður hafði sóst eftir. Eftir margra mánaða hálfgerða einangrun fóru verkirnir smátt og smátt að láta undan. Eftir þetta ákvað hann að fara með myndavél og aðstoðarfólk og leita uppi fólk sem hafði einhver svör við þeim spurningum sem að brunnu á honum. Og spurningarnar voru: hvað er að heiminum og hvað getum við gert við því? Og Tom spurði rithöfunda, vísindamenn, andlega menn, blaðamenn, sagnfræðinga og háskólaborgara. Honum fannst eins og að baki vandamála heimsins lægi dýpri vandi og fór því að spyrja grundvallarvanda. Er til vandamál sem skapar öll önnur? Ég tilgreini nú ekki hvaða viðmælandi hjá honum sagði hvað, en það voru nokkrir og ég ætla að sýna bara ekki alla heldur nokkra. Þetta er nú frægur maður og raunir flestir þarna frægir. Þetta er rithöfundur. Hann var mjög góð svör við þessu. Þessi var vel að sér í skammtafræði ef ég man rétt. Þessi var mjög djúpvitur og sömuleiðis þessi. Og þessi er náttúrulega frægur líka, en þetta eru bara þeir helstu, það voru nokkrir aðrir. Og einn rithöfundurinn svaraði á þann hátt að við lítum á vísindin sem sannleika, en þau eru aðeins eitt viðhorfið, eða ein frásögnin. Það sem að áður jafnvel taldist vísindaleg staðreynd hefur af og til reynst tóm vitleysa. Eins og til dæmis þetta var bara vísindaleg staðreynd í gamla daga, að jörðin var flöt.
Darwin lagði áherslu á að samkeppnin hefði mótað þróunina. Nútíma vísindi telja að við séum fyrst og fremst úr efni og öll starfsemi okkar sé vélræn og að við störfum á vélrænan hátt. Ef ekki er hægt að mæla eitthvað og snerta eða skynja á venjulegan hátt, þá er viðurkennt að það sé bara ekki til. En grundvallarmunur er á vélum og lifandi verum. En við stýrum samfélaginu hins vegar eins og við séum vélarhlutar og að heimurinn sé vél. Afleiðingin verður sú að það verður viðurkennt að við séum öll aðskilin og út frá þeim aðskilnaði metum við heiminn. Við leggjum áherslu á sjálfstæði og samkeppni. Okkur finnst að samkeppni sé okkur eitthvað eðlislegt, að okkur sé eðlislegt að svala þrám okkar. Í okkar vestrænu samfélögum er litið svo á að við séum fyrst og fremst einstaklingar og þar á eftir erum við félagsverur. Þetta einangrar okkur, sljófgar og gerir okkur aðgerðalítil. Hlutverk okkar í vestræna samfélagi er að vera neytandi. Við eigum að kaupa og safna hlutum. Við förum að halda að auðæfi og hamingja sé eitt og hið sama. Tom, leikstjórinn, hann ólst upp í fátækt, en eftir að hann sló í gegn með gamanmyndunum, þá var hann mjög ríkur á stuttum tíma. Fyrst keypti hann sér lítið 650 fermetra hús í Beverly Hills, ásamt öllu tilheyrandi. Síðar keypti hann stærra hús og meira hlutum, flaug í einkaflugvél, aðalega til þess að skoða fleiri eignir, en hann fann strax, þegar hann kom inn í stóra húsið sitt, að hann varð ekkert hamingjusamari. Ekki er hægt að neita því að mikill skortur og fátækt gerir fólk vansælt. En með tiltölulega litlu þá breytist þessi vansæld, því að hlutir skipta vissulega máli eins og húsaskjól og matur. En blekkingin felst í því að halda að meira gerir mann hamingjusamari. Ef maður eignast 10 sinnum meira af peningum en maður á núna, þá ætti maður að verða 10 sinnum hamingjusamari. Ætli sé ykkur hér sem að sér heimskuna í þessu. Þetta er sálfræðilegu vandi. Við erum knúin áfram til þess að safna. Staðreyndin er sú að margir eru vansælir þótt þeir hafi allt til alls. Og kannski má segja að það séu nær allir. Eiginhagsmunir og veraldarhyggja ráða ferðinni og okkur er sagt að það sé leiðin til hamingjunar. Smásaman eignaðist Tom stærri og fleiri hús og á endanum átti hann húseignir upp á 1580 fermetra, samtals 7 hús. Spurning er hvort þessi þrá okkar eftir fleiri og fleiri hlutum, meiri eignum og völdum sé grundvöllur og orsök styrjalda. Við trúum á efnahagslífið og framfarir, en spyrja má hvort þetta sé skrímsli. Rót vandans er eftir vill aðskilnaður mannsins frá náttúrunni og tilfinningin fyrir því að efnahagslífið sé hið mikilvægasta í tilveru okkar. Við veltum ekki fyrir okkur mikilvægum spurningum eins og til dæmis til hvers er efnahagslífið
og hve mikið er nóg. Fyrir það bil 20 árum var kennt í Bandaríkjunum að græðgi væri af hinu góða. Þessi er alveg góður í það. Og þessi hugmynd að græðgi sé af hinu góða verkaði á allan heiminn. Sú hugmynd að maðurinn sé aðskilinn frá öllum lifandi verum er hættuleg. Ef hér á jörðinni verður enn til fólk eftir 200 ár, þá verða lífshættir þess á allt annan veg en okkar nú. Fólk mun ekki hugsa á sama hátt. Það kemur að því að menningin nær endimörkum vaxtarins og annaðhvort deyja menn út eða þeir endurnýja sig á sjálfbæran hátt. Í myndinni var talað 200 ár, ég held að sé töluvert styttra. Hér verðum við að átta okkur á því að sem mannkyn þá förum við rangt að. Annaðhvort verða stórfelldar breytingar á heimsvísu eða við deyjum út. Erum við aðeins grimmar, gráðugar og ofbeldisfullar lífverur sem eyðileggja jörðina og okkur sjálf? Hvað með kærleikann, samúðina, samhygðina og velviljan? Tom spurði því viðmælendur sína, hvert er grunneðli mannsins? Beinist innsta eðli mannsins að samstarfi eða því að drottna? Hvort er kjarninn í eðli manna að búa við einveldi eða lýðræði? Ef litið er til svonefndra frumstæðra þjóða, kemur í ljós að það sem hefur helst gildi er samvinna. En samkeppni er það lítils metin og ef hún fer út fyrir ákveðin mörk er hún talin geðveiki. En í vestrænum þjóðfélögum er þetta öfugt. Skoðun vestræna manna er sú að samkeppni sé manninum eðlislæg. Í náttúrunni er vissulega hægt að sjá slíkt. Það er barist fæðu og yfirráð, en í raun er samvinna jafn mikilvægur þáttur meðal dýra og ekki síður en samkeppnin. Ég sá nýlega á YouTube til dæmis, það voru 2 hundar í kajak sem að ráku niður mjög straumharða á. Og þeir bara geltu og greinilega í vandræðum fannst þeim. Þriðji hundurinn var á bakkanum og hann hljóp niður með ánni og svo henda sér út í ána. Þetta var mjög straumhart eins og ég sagði. Synti út af bátnum og það hékk band út fyrir bátinn, borðstokkinn, og hann beit í bandið og synti með hina í land. Þetta myndi flokkast undir samvinnu dýra. En við höldum að það sé eðlilegt meðal dýra að einhver einn forystusauður ráði. 2 vísindamenn ákváðu að kanna þessa kenningu. Þeir fylgdust með stórri hjörð hjarta og komu upp mörgum myndavélum sem að beindust að hjörðinni. Þegar kom að því að hjörðin þyrfti að fara að vatnsbóli, sem er ekki einföld ákvörðun fyrir hjörðina, því ekki má fara of snemma og ekki seint. Ekki má hjörðin heldur flýta sér of vegna ungviðisins, þannig að þessi ákvörðun er samfélagslegu vandi fyrir hjörðina í heild. Hver ákveður svo að hvaða vatnsbóli á að stefna og hvenær? Vísindamennirnir bjuggust við að forystuhirtirnir mundu ráða þessu. En annað kom í ljós.
Menn tók eftir því þegar þeir skoðuðu myndefnið að sum dýrin fóru að snúa höfðinu í áttina að einu vatnsbóli. En það var í þessu tilfelli voru 3 að ræða sem þau gátu farið í. Þegar að 51% hópsins horfði í áttina að vatnsbólinu, þá leið aðeins augnablik þar til öll hjörðin fór af stað. Og oft var það ráðandi karldýrið sem að virtist hálf undrandi á því hvert allir væri að fara. Hið sama endurtók sig dag eftir dag. Þetta var lýðræði. Dýrin kusu og hið sama má sjá hjá fiskitorfum og fuglahópum sem eru samhæfð í hreyfingum. Þau kjósa á hverju andartaki. Dýr stunda lýðræði hvern einasta dag. Grundvöllur náttúrunnar er samvinna og lýðræði. Þetta er skráð í erfðamengi okkar. Meðal dýra í náttúrunni má víða sjá sátt og samvinnu. Darwin sagði reyndar að samúð væri öflugasta hvöt manneðlisins. En þeir sem hafa túlkað hann síðan eða útfært skoðanir hans hafa hunsað þennan þátt hjá honum. Við værum ekki til ef ekki væri fyrir 2 manneskjur. Við möndum ekki vita hvernig ætti að tala eða ganga nema vegna þess að við höfum lært af öðrum mönnum. Við erum fullkomlega háð öðrum til þess að geta verið mannleg. Sannleikurinn er sá að við erum vegna þess að við tilheyrum. Ef við værum án tilfinningar fyrir samfélagi, hefði mannkynið aldrei lifað af. Þetta er innbyggt í okkur. Nú geta vísindin sagt okkur frá svokölluðum hermitaugungum, en til þeirra má rekja hluttekningu okkar. Þróuð dýr eru með nokkuð sem að kalla má spegiltaugunga. Ef til dæmis api fylgist með atferli sem hann sjálfur hefur viðhaft áður, þá virkjast sömu taugafrumur og virkjuðust við það hann horfir og virkjuðust í honum þegar hann gerði þetta atferli sem hann sér. Það er sem sagt eitthvað í heilanum sem að greinir ekki á milli einstaklingsins og annara. Þessi staðreynd veldur hluttekningu. Við að sjá aðra þjást, skynjar maður þjáningu. Þetta er vegna spegiltaugunga okkar. Í grunnunum erum við þannig að við skynjum það sem aðrir skynja. Stór hluti taugakerfisins, heilinn og efni í blóðinu eru mótuð af genum og miða að því að við tengjumst, látum okkur andum og vinnum með öðrum. Til er taugahópur sem kallast flökkutaug. Við það að horfa á atburði eða myndir sem kveikja á sterkum jákvæðum tilfinningum, þá sendir flökkutaugin boð. Brjóstkassinn þenst út, tár spretta fram og einstaklingin getur farið hrollur. Eins konar gleði skynjast í brjóstinu. Þegar að taugalíffræðingur nokkur spurði fólk sem hafði séð aðra veita öðrum aðstoð, til dæmis í hörmungum, þá lýstu allir ákveðnum viðbrögðum sem líffræðingurinn nefndi upphafningu. Hann sagði þetta sýna að við að eðlisfari bregðumst við með samúð við erfiðleikum annara. Þegar við sjáum erfiðleika annara, þá framkallast endorfín.
efni sem við vitum að styður við þróun. Þróunin ætlast til þessara viðbragða og við þau upphefjumst við. Þetta er í erfðaefninu. Við erum fædd jafnréttis og lýðræðissinnar. Við erum fædd til þess að styðja hvert annað, fædd til þess að vera samfélag. Okkur er ætlað að gæta hvers annars. Það er nóg að heyra frásögn af góðverki og við skynjum þessa tilfinningu. Það er ótrúlegur mannlegur eiginleiki að búa yfir þessari tilfinningu sem tengir okkur mannfélaginu. Stundum gerist það þegar við höfum þjónað öðrum að við uppgötvum djúpstæða ánægju, nánast eins og alsælu. En samfélagið kennir okkur að við eigum ekki að trúa á manninn. Okkur finnst í lagi að hafa okkur á einn hátt svona spari en á annan hátt kundags. Það sé aðeins mannlegt eðli. En er möguleiki að við höfum misskilið eitthvað hér? Vísindamenn hafa kannað heilan, taugakerfið og hjartað og niðurstaða þeirra er sú, allavega sumra, að það er ekki heilinn sem stjórnar mestu í líkamanum. 90–95% tauga flytja upplýsingar frá líkamanum til heilans en ekki öfugt. Hjartað sendir mun meira af upplýsingum til heilans en heilinn til hjartans. Á vissan hátt stjórnar hjarta á okkur og með því að greina millislög hjartans þá kemur í ljós að pásan sem hjarta tekur sér býr yfir upplýsingum sem má lesa í. Pásan eða hléð getur sagt okkur í hvaða tilfinningalega ástandi við erum. Tilfinningar stilla af merkin frá hjartanu. Menn hafa komist að því að jákvætt ástand, einkum samlíðan og samhygð með öðrum, eykur heilbrigði okkar. Slíkt ástand endurnýjar í raun líffærastarfsemina. Ást og umhyggja, þakklæti og samhygð, allt það sem við gjarnan flokkum sem jákvætt, þetta sprettur ekki upp í okkur af ástæðulausu og það verkar á líkamann. Hjartað slær þá í öðrum takti og þetta er hið ákjósanlegasta ástand. Ef hjartað sendir frá sér streitumerki eða merki erfiðar tilfinningar eða mynstur sem blátt áfram heftir eða blokkerar heilan, þá hugsum við ekki skýrt. Það var tekið dæmi mann sem var reiður í umferðinni, hann bara blokkerast og hann vissi voða lítið hvað hann gerði. Á þann hátt forheimskar reiðin okkur, en göfugar tilfinningar auka á innri sátt, skýrari hugsun og betri framistöðu. Við erum eiginlega gerð til þess að starfa og koma fram á þennan hátt. Við komum að meira gagni með samúð, samhygð og kærleika heldur en ef við aðskiljum okkur frá öðrum. Í menningararfinum er hjartað talið miðja sjálfsins, ekki heilinn. Hjartað býr yfir visku, ekki aðeins tilfinningarflæði. Þegar hjartað slær, þá býr það til nokkuð stórt rafsegulsvið sem nær út fyrir líkamann. Hér er ekki verið að lýsa einhverja áru. Þetta er mælanlegt rafsegulsvið. Ef tveir einstaklingar eru tengdir saman með þar til gerðum búnaði, þá er hægt að mæla hjartslátt í öðrum í heila virkni hins.
Og það er ekki aðeins hægt að mæla þetta, heldur hefur þetta líkamleg áhrif á hinn aðilann. Það er sem sagt, heilavirkni þessa aðila hefur áhrif á hinn og það hefur áhrif á líkamsstarfsemina. Við erum eiginlega eins og sjónvarpsstöð og sjónvarpsviðtæki og þeir sem að rannsaka þessa virkni telja að hjartað geti spáð fyrir framtíðina. Eða réttara sagt, þeir hafa séð það í mælitækjum. Og aðferðin er þannig að á rannsóknarstofum er fólk látið horfa á myndir sem valda sterkum tilfinningum. Það er bara myndir sem birtast á tölvuskjá. Ýmist eru þetta ógnvænlegar myndir og óhugnanlegar eða blíðar og jákvæðar. Og í ljós hefur komið að líkaminn bregst við áður en handahófskennd mynd er sýnd. Það er alveg tölvan stjórnar því það kemur bara mynd af handahófi, ýmist jákvæð eða neikvæð. Ekki getur verið tilviljun að ræða. Það er eins og líkaminn viti hvers konar mynd kemur næst á tölvuskjáin. Fólk virðist skynja hvað gerist næstu 3 til 5 sekúndurnar fram í tímann og það er einmitt hjartað sem bregst fyrst við. Þannig má ætla að hjartað sé aðaleiðin inn í það sem má kalla anda eða æðra sjálf. Í raun eru vísindin að grafa undan öllu því sem okkur hefur verið sagt okkur sjálf og heiminn. Við erum öll hluti af altæku orkusviði. Eitt af því sem að Einstein var hugsandi yfir var að ef 2 eindir eru tengdar en fara síðan í mikla fjarlægð hvor frá annarri, þá hafa þær tafarlaus áhrif hvor aðra. Og það skiptir ekki máli hvað er langt á milli þeirra. Ef snúningur annarar breytist, þá breytist snúningur hinnar samstundis, alveg óháð fjarlægð. En ekkert getur skýrt þetta því að allt þarf tíma til þess að komast milli 2 staða, alveg sama hvað það er. Þetta ætti ekki að gera samstundis. Þessar niðurstöður skammtafræðinnar er í samhljómi við kenningar dulspekinnar eða mystískra fræða að við séum ekki aðskilin og að ekkert sé aðskilið. Allt sé tengt, allstaðar og ætíð. Það virðist vera til vitundarsvið, í myndinu var sagt hugarsvið, ég kalla það vitundarsvið. Það virðist vera til vitundarsvið sem virðist bregðast við hugsunum og tilfinningum. Þessar undarlegu og ólíklegu tilraunir hafa verið gerðar hvað eftir annað á rannsóknarstofum víða heim. Það hefur verið mælt að ástand líkamans hefur áhrif á aðra lífverur og annað efni. Leikstjórinn myndarinnar Tom satt fyrir framan jógúrt í lokuðu íláti. Það má reyndar misskilja þessa setningu. Það var ekki Tom sem var í lokuðu íláti, það var jógúrtinn. Mælabúnaður var settur í jógúrtina og hann var ekki tengdur neitt. Hann bara satt þarna og þetta er vísindamaðurinn sem er við mælinn. Og svo hugsaði Tom eitthvað og það hafði engin sérstök áhrif á mælinn. Hafði engin áhrif á jógúrtina. En svo hugsaði hann eitthvað sem var streituvaldandi og þá komu aldeilis áhrif fram á mælinum. Mælurinn fór í botn. Og vísindamenn vita í raun ekki hvað þarna er að gerast. Ástand okkar sendir út skilaboð til annarra lífvera. Og það eru náttúrulega jógúrtgerlarnir þarna í dollunni sem að finna fyrir stressun í honum. Hann fór að hugsa umboðsmann sinn allt í einu.
Hann var beðinn að hugsa eitthvað stressandi. Upplifun flestra að þeir séu inn í höfðinu, en svo ekki raunin. Í venjulegri reynslu og oftast þá finnst okkur að við séum í höfðinu. Undanfarin 50 ár hafa rannsóknir verið gerðar með raftæki sem hönnuð eru til að taka við handahófskenndum tölum. Þetta eru eiginlega tölvur sem að koma upp með slembitölur. Eini tilgangur þessara véla að varpa upp mynd, ef svo má segja, afar hratt. Bara aftur. Í nálægð við sterkar tilfinningar, góðar eða slæmar, þá getur það orðið til þess að þessar vélar hætta að kasta upp af handahófi. Eitthvað veldur skipan eða kerfi eða reglu þar sem að slíkt á ekki að vera fyrir hendi. Það eru 65 svona slembivélar dreifðar víða heiminn. Það meira að segja í Ástralíu, en það ekki sýnt þarna á þessari mynd. Og sterkustu áhrifin hjá þessum vélum, hjá þessum slembivélum, voru 11. september þegar ráðist var á tvíburaturnana. Áhrifin urðu samtímis allan heim í þessum vélum. Á þeim árum sem að þetta hefur verið skoðað, þá hafa 250 atburði gerst, til dæmis stórar flóðbylgjur og þess háttar, sem að hafa valdið þessum afgerandi breytingum í þessum slembivélum. Líkurnar á að slík breyting eða samhæfing verði 1 á móti milljón. Vélarnar ættu eins og venjulega að vinna handahófskennt. Það sem hefur verið mælt í litlum mæli á rannsóknarstofum virðist ná alla jörðina þegar að mikill hluti mannkyns nær mikilli einbeitingu vegna þess að eitthvað í efnislegu umhverfi breytist. Menn gera ráð fyrir að allt breytist, ekki aðeins virkni þessara slembivéla. Það sem við gerum hvert og eitt hefur áhrif á heimsvísu, áhrif á allt umhverfið. Þetta samspil efnis og hugar. Ég myndi segja efnis og vitundar. Það eitthvað í vitundinni sem getur búið til möguleika í hinum ytra heimi. Þetta mjög góð setning sem var í myndinni. Það eitthvað í vitundinni sem getur búið til möguleika í hinum ytra heimi. Og þetta rímar við fornar kenningar að maðurinn skapi sér sinn eigin veruleika. En flestir vísindamenn huga ekki mikið að þessu, snúa sér eiginlega strax að einhverju öðru, en þetta vel viðurkennt innan skammtafræðinnar. Allt sem við gerum breytir heiminum. Við erum meira tengd í grundvallaratriðum en við gerum okkur grein fyrir. Við erum ekki aðeins tengd djúpt í vitundinni, heldur tengjumst við öllu lífi djúpt undir niðri. Andrúmsloftið þunnt lag utan jarðarkúluna. Það sameinar okkur og tengir við fortíðina og framtíðina eins langt og augar eigir. Hvað gerist við einn andardrátt? 1/100 hluti andrúmsloftsins frumefnið argon. Þetta frumefni þannig að það binst engu öðru, það óvirkt. Reikna má út hve margar eindir af argoni í einum andardrætti. Loftið fer út úr lungunum og dreifist herbergið. Eftir því sem tíminn líður fer það allan heiminn. Hver andardráttur geymir milljónir argoneinda og þetta sömu eindirnar og menn í fortíðinni
hafa andað að sér og frá. Þetta eru eindir sem voru í líkama Jóhönnu af Örk, Jesú Krists, Múhameðs og þær voru ennfremur í líkömum risaeðlanna fyrir meira en 65 milljónum ára. Það má því segja að gegnum argon tengjumst við aldir alda í tíma og rúmi. Þannig eru vísindin nú að uppgötva, treysta og útskýra allar innsæishugmyndirnar sem menning frumbyggja, menningar afleiðin og austran heimspeki hafa nánast ætíð skilið. Vísindin eru loksins að ná í skottið á trúarbrögðunum. Hinar andlegu hugmyndir eða kenningar höfðu því alla tíð rétt fyrir sér en vísindin og sú heimsmynd sem við venjulega höfum hefur rangt fyrir sér. Þetta skapar efa hvað við erum og hver við erum. Ef í ljós kemur að við erum aðeins vélmenni, þá setur þetta spurningamerki við skýringar vísindanna hver og hvað við erum. Þær skýringar skipta miklu fyrir framgöngu okkar í heiminum. Ef við höldum að við séum aðeins vélar úr holdi og ekkert annað sé til, engin innri merking eða innri gildi og að við séum aðeins hér í vélgengnu kerfi, ef við trúum þessu, þá hagar maður sér á annan hátt en ef við trúum á að eitthvað sé handan þess efnislega. En þetta er ekki endilega trúarlegt eða andlegt, heldur aðeins einhver tengsl milli þess sem maður trúir hið innra og hvernig það er skilið. Að það á einhvern hátt endurspeglist í heiminum og snerti annað fólk. Þegar að tala trú hér í þessari mynd, eða var, þá vil ég frekar nota orðið traust. Ef við trúum því einarlega að fólk í þessum heimi svelti og að það sé reitt og það hafi áhrif á okkur, þá erum við mun líklegri til þess að vilja hjálpa öllum ætíð og alltaf. Okkur líður eins og einmanna fólki á einmanna plánötu í einmanna heimi. En við erum mun merkilegri en okkur hefur verið sagt. Vísindi sýna að við erum öll tengd og við höfum aldrei verið ein. Við erum ætíð hluti af stærri heild. Allir andlegir fræðarar hafa sagt þetta. Við verðum að taka á móti heildinni og sjá náttúruna alla sem fjölskyldu okkar og að allt mannkyn sé ein fjölskylda. Þetta er frásögn sem er að taka á sig mynd. Gömul saga sem hefur áður verið sögð, en við erum rétt komin á þann stað sem samflæðitæknin og þessi forna frásögn er að byrja að mætast. Getur það verið að við höfum litið á heiminn, hvert annað og veruleikann á rangan hátt? Að allt sé tengt en ekki aðskilið. Ef svo er, hvernig breytum við þá hlutunum? Getum við það? Hvernig breytist nokkuð? Einnig í því efni þurfum við að skoða söguna og spyrja hvar hafa hlutirnir breyst og hvernig. Það sem kemur í ljós þegar sagan er skoðuð, að á einhverjum tíma vex fram vitund og að því kemur að vitundin nær til fjölda fólks og það breytist svo í samkvæmt þeirri vitund. Ef við lítum á söguna þá höfum við mörg dæmi hvernig viðhorf hafa breyst.
Þegar við förum að meðtaka hugmyndina að við erum öll eitt og í raun vinna með það, þá byrjum við að bæta heiminn. Þannig að þetta byrjar með vitund og skilgreiningu á okkur sjálfum. Við verðum að breyta hugsuninni, skynjuninni, og breytir maður skynjuninni, breytist heimurinn. Það sem menn almennt þurfa að vita til að skynja mátt sinn að verk hversdagsins, lítil verk og smá, geti í tímans rás orðið að voldugri hreyfingu. Breytingar gerast vegna þess að manni stendur ekki á sama. Hvað veldur því að menningarheildir sjá það hvernig á að lifa í jafnvægi og stefna góðu lífi? Ólíkar menningarheildir hafa oft komist að því sem að var sameiginlegt. Að safna eignum til dæmis umfram þarfir var talinn andlegur sjúkleiki. Hvernig nærum við fólk? Útvegum því öruggan næturstað, rekum hagkerfi fólki til farsaldar í staðinn fyrir það sem við höfum gert við hagkerfið. Við höfum breytt hagkerfinu í keppnisíþrótt. Það orðið svo algengt að sumir svelta meðan aðrir hafa nóg að við teljum það eðlilegt. Við kennum börnum að það sé til fyrirmyndar að safna að sér. Einum lögum eða lögmáli hlýðir allt í náttúrunni, en menn brjóta hins vegar á hverjum degi. Þessi lög náttúrunnar þróuðust á milljónum ára og eru þannig. Ekkert í náttúrunni tekur meira til sín en það þarf. Og ef eitthvað tekur upp á því, heyrir það undir þessi lög og deyr. Hafið, regnskógar, mannslíkaminn, allt eru þetta samvinnufélög. Risafuran sogar ekki alla næringu úr jarðveginum, aðeins þá sem hún þarf. Ljónið drepur ekki allar gaselurnar, aðeins eina. Við eigum hugtak yfir það þegar eitthvað í líkamannum tekur meira til sín en sinn skerf. Við nefnum það krabbamein. Og Tom segir, leikstjórinn, ég var hluti meinsins. Margir, eftir vill flestir, kannast við eina hugmynd. Hún er svo að stríð komi manneðlinu eitthvað við, hafi eitthvað með manneðlið að gera. Að stríð spretti af eðliskvöld mannsins fyrir ofbeldi, árásargind, makleg málagjöld, hefnd eða hvað það kallast. En líklega eru engar vísbendingar að stríð sé meðfædd þörf. Þeir sem að hæðast að höfnum á ofbeldi ættu að fá kennslustund í sögu. Ofbeldi er ekki eina leiðin. Í þessu sambandi má nefna Gandhi og einnig Martin Luther en hann sagði: kærleikurinn mun bjarga siðmenningunni. Hann sagði líka að með því að fylgja vegi kærleikans fá menn tækifæri til þess að verða mennskir. Hvert og eitt orð sem sagt er við aðra mannveru hefur áhrif. En þau áhrif sjást ekki endilega fyrir. Ef fólk fer að átta sig á því að breytingar verða vegna milljóna örsmára verka sem virðast engu skipta, þá hikar fólk ekki við að vinna þau verk. Hafið er aðeins vatnsdropar sem hafa safnað saman. Mörg dæmi eru mátt einstaklinga.
Til dæmis stóð einn maður á torgi í Kína og bauð kínverskum hernaðaryfirvöldum byrgin með því að standa fyrir framan lest skriðdreka. Það er einn frægasta mynd síðustu aldar. Hann skriðdrekinn, hann reyndi svona að beygja fram hjá honum, þá bara hoppaði maðurinn til, svo beygði skriðdrekinn hinn áttina, þá hoppaði hann þangað, þannig að hann stóð alveg fastur fyrir. Það endaði reynda með því að menn komu hlaupandi, 2-3, tók hann og síðan hefur ekki til hans spurst. Allir búa yfir þessu mætti, aðeins að framkvæma eitthvað. Smátt og smátt fór Tom að breytast. Fyrst seldi hann stóru eignina sína ásamt helstu húsgögnunum og listaverkunum. Hann hætti að fljúga í einkaflugvél og fór að hjóla í vinnuna. Hann hóf að kenna í háskóla það sem hann hafði fundið út og ákvað að búa í hjólhýsahverfi. Það sem að snerti mest við honum var að hann skynjaði þetta ferðalag sem hann hafði farið. En í huga hans hljómar kunnugleg rödd sem segir að hann sé brjálaður vegna þess að hann hafi hafnað umbun heimsins og tekið upp lífshætti sem veröldin lítur hornauga. En honum finnst þetta næstum því þveröfugt. Hann hóf myndina á að spyrja hvað sé að heiminum, en hann uppgötvaði hvað væri í lagi. Það sem er í lagi, vísindin tengsl og einingu, altækt eðli samúðar og hluttekningar, og hann uppgötvaði leyndardóm og galdur mannshjartans. Þegar G.K. Chesterton, frægur rithöfundur, var beðinn af blaðinu London Times að taka þátt í ritgerðarsamkeppni og svara spurningunni hvað væri að heiminum, þá skrifaði þessi rithöfundur aðeins I am. Það er ég sem er að. En Tom segir, við getum ekki verið hlutlaus. Enginn er hlutlaus. Við kjósum hvern einasta dag með því sem við gerum og því sem við látum ógert. En góðu fréttirnar eru þær að það er ekki til sem kallast lítið verk. Tökum sem dæmi á hvern hátt maður heilsar, gleðin í náttúrunni með ættingjum og vinum og ókunnugum, allt skiptir það máli. Eftir að Tom horfðist í augu við dauðan, langar hann að segja okkur það sem hann komst að allt er tengt og allt er eitt og hið sama. Á meðan við komum fram við aðra eins og við séum aðskilin, höldum við áfram að búa í nákvæmlega þeim heimi sem við búum í. En það er til leið út úr þessu og það er kærleikurinn. Þetta er meira að segja vísindaleg niðurstaða og finnst í erfðaefni okkar. Þetta er engin draumsýn. Og þá er ein spurning enn, hvað er í lagi í heiminum? Hann vonar að einn daginn getum við öll svarað á sama hátt. Það er að segja I am. Það er ég.